Dæmi 4 er nokkuð snúið, en með því að gera svona töflu eins og ég er að fara að sýna ykkur eftir smá, þá verður þetta mun einfaldara. Fyrst eru athuga hvað er uppgefið og hvað er verið að spyrja um. Hve margar tölur minni en 100? Ok, ég ætla bara að byrja á því. Tölur sem eru minni en 100 eru raunverulega tölur, eru 1 og upp í 99. Þannig að ef ég byrja á að gera svona, byrja á að gera lista með þessum tölum frá 1 upp í 99. Og svo ætla ég að setja hérna tölur sem eru deilanlega með 3. Og ég ætla að númera þær. Þannig að ef ég gef þristinum hérna, þetta er fyrsta deilanlega talan með 3, það er 3. Og 6 er önnur deilanlega talan með 3. Ef við gerum þetta svona, og veljum þetta, við sjáum núna að nú birtist 3 í reiknum hérna, og ef við fyrir hérna niður 4. Og nú skulum við bara klára að draga alveg niður. Hérna. Nú sjáum við að það eru 33 tölur frá 1 upp í 99 deilanlega með 3. Við skulum gera þetta sama við 7. Fyrsta talan sem er deilanlega með 7 er 7. Þessi hérna. Næsta er 14. Við gefum henni, hún er svona númer 2. Við skulum prófa þetta. Þið sjáu að ég verið að velja allt hérna. Það verður að koma þetta bil á milli. Gangur þetta gangi ekki upp. 21 ætti þá að gefa okkur svona 3. En það sjáu að það kemur 3. Það skal bara draga niður. Út frá þessu þá sjáum við að 14 af þessum tölum sem við erum að nota eru deilalegar með 7. Höldum áfram. Ég ætla núna að finna tölur sem eru bæði deilanlegar með 3 og 7. Það er til dæmis hér. Og hér. Ef þið viljið draga niður fyrir þetta þá er það allt í lagi, en það er óþarfi. Það sem ég fæ út úr þessu er að það eru 4 tölur af þessum 99 tölum sem eru deilanlegar bæði með 3 og 7. Ok, nú veit ég þetta. Og A, valin er tala minni en 100. Sem sagt, eitthvað af þessum tölum. Reiknaðu líkurnar á því að hún sé deilanleg með 3 en ekki 7. Svörin okkar liggja svolítið fyrir hérna niðri. Við erum með 33 tölur sem eru deilanlega með 3, 14 sem eru deilanlega með 7 og 4 sem eru deilanlegar bæði með 7 og 3. Við skulum þá skoða þetta aðeins. Hún sé deilanlega með 3 en ekki 7. Og enn og aftur, og vitum við þetta, ég er með 33 sem eru deilanlega með 3, 4 eru deilanlega með báðum. Gerum þetta þá svona, jaft og 33 eru deilanlegar með 3. Þá ætlum ég að draga frá þær sem eru líka deilanlegar með 7. Sem er bæði. Svona. Það kemur þetta svona út. Það er deilt með 99 af því það er heildarfjöldi talna hérna sem við erum að vinna með. Förum í B. Valin er tala minni en 100 og deilanleg með 7. Reiknaðu líkurnar á því að hún sé líka deilanleg með 3.
Þannig að það sem við erum að vinna með núna eru tölur sem eru deilanlegar með 7. Það eru 14 talsins. Reiknaðu líkurnar á því að hún sé líka deilanleg með 3. Þannig að við erum að vinna með 14 tölur hérna. Ég er að athuga hversu margar eru líka deilanlegar með 3 og við fengum það út að það eru 4 tölur sem eru líka deilanlegar með 3. Þannig að þá ætti svarið okkar að vera 4 deilt með heildarfjölda þessa talna sem eru deilanlegar með 7. Þær voru eins og áður segir hérna 14. Þá myndum við fá þetta svona. Og þá erum við komið með svörin.